Þetta er verkefni 3 í C-hlutanum. Nú ætlum við að stilla inn dálkstillingar fyrir gjaldmiðlana. Það eru engar stillingar hér eins og þið sjáið. Við erum búin að stilla inn fyrir fyrsta liðinn. Þið gerðuð sjálf þennan lið. Og nú fer ég á homeflipa, taka hérna í paragraf og tabs. Og ég skrifa inn dálkstillingarnar. Fyrsti er á 5, vinstri stiltur og ég ætla að hafa uppfyllimerki númer 2, punktalínu. Geti haft brotalínu eða beint strik. Ég smelli hér á set og síðan er það næsta og það er 5,8 og það er bara left, ekkert uppfyllimerki. Síðan er það 8 og það er jöfnunarstafur, það er desimal og þá verði að hafa stiltan jöfnunarstaf á kommu, ekki punkt. 10,5, það er áfram jöfnunarstafur og síðan 12,5 og það er jöfnunarstafur líka og OK. Nú sjáum við hér dálkstillingarnar og ég skrifa inn textan. Ég þarf að ýta einu svona dálklykilinn fyrir uppfyllimerkið. Það stoppar á 5, síðan kemur skammstöfunin sem var stillt hérna á 5,8. Síðan ýti ég á dálklykilinn 126,74 og síðan kemur saman 127,73 og síðasti liðurinn er mínus 0,44% og ég ýti á enter og dálkstillingarnar haldast og þið klárið að skrifa inn textan eins og hann er í bókinni. Ég var búin að flýta aðeins fyrir mér og þá sjáum við hér dálkurinn endar hérna á 5 eða uppfyllimerkið, sem kemur næsti dálkur, hann er stilltur á 5,8. Síðan er það jöfnunarstafurinn, hann stenst hérna á alveg sama hvort það er 1, 2 eða fleiri aukastafir og sama hér og hérna líka. Það er alltaf komman sem að stenst á. Í næsta lið eigið að setja textan fyrir neðan fyrirsagnirnar í blokk hérna og stilla inn dálka eins og er sagt í bókinni. Það skiptir sem sagt ekki máli hvort þið skrifið textan áður eða eftir á, en þau þurfa að ýta jafn oft á dálklykilinn eins og dálkstillingarnar eru. Ég ætla að gera þetta með ykkur hérna, færa hérna í home og paragraf og tabs og það er 6 og það er left og lítir númer 2 og síðan er það 7 og bara left, ekkert lítir. Síðan er það 8,5 og það er lóðréttastrikið bar og síðan 9,5 og left 14 left og lítir númer 2 og síðasti dálkurinn er stilltur á 15 og hann er líka á left, ekkert uppfyllimerki. Og sjáu þið, þá kemur þetta hérna svona. Og svo klárið þið að stilla þessa 2 liði samkvæmt leiðbeiningunum í bókinni. En ég ætla að vista.